Hæ, Guðrún Bergmann hér og velkomin í Heilsa og Vellíðan þáttinn minn í dag. Gestur minn er hún Greta Ósk Óskarsdóttir. Hún starfar hjá verslunni Mamma veit best og við ætlum aðeins að fjalla ilmkjarnolíur. Velkomin, Greta. Takk fyrir Guðrún, takk, alltaf gaman að koma til þín. Takk. Við ætlum að tala um ilmkjarnolíur af því það er náttúrulega margir sem að heyra þetta, vita ekki hvað er ilmkjarnaolía, hvernig er hún, vitum við að hún sé góð og í hvað er hægt að nota hana. Ég held að það sé svona það helsta sem að fólk spáir í sambandi við ilmkjarnaolíur, eða er það ekki? Jú, ilmkjarnaoljur, íslenskan er oft svo gagnsæ, það ilma vel yfirleitt, sumar ilma aðeins sterkar en aðrar Já, og það eru kjarni, búið að eima kjarna eða ná fram kjarna úr ykkur jurt og svo er þetta í olíuformi. Þannig að það er mikið búið að vera fjalleinmitt hvort að við tökum inn efni í gegnum húð eða í gegnum meltingaveg. Og ilmkjarnin kemur náttúrulega inn í gegnum, við finnum lyktina og fáum það öndum að okkur já, og svo er líka hægt að bera það á húðina þynnt út í oljum eða í kremum og svoleiðis og þá er það sem við erum að fjalla í heilsubúð og svoleiðis, þá erum við að tala um ekki neinn svona gerviefni eða gervilmi, við erum að tala um hreinan kjarna sem er úr náttúrulegu plöntunni sjálfri já, sem ómengastri og helst lífrænni og helst þetta sé gert allir í mjög pakkin, já, flottu ferli. Já, það eru að tala um svona hágæða ilmkjarna sem er notaður þá til að hafa áhrif á líðan og hafa áhrif á heilsu og jafnvel skapið okkar. Það er notað þá til dæmis í nuddóljur, það er notað í ilmefnalampa sem að fylla upp rýmið, það er hægt að nota þá í gufu þegar maður er með kvef, út í baðið, út í krem, en þeir eru mjög sterkir, þannig að það þarf alltaf að athuga að það þarf helst að blanda þá með vatni ef maður ætlar að spreyja eða í olíu eða krem til þess að sé ekki hreinir nema maður sé einhverjum sérstökum aðgerðum eins og kannski að losna við vörtur eða eitthvað, þá kannski einhverjum undantekningartilvikum væri hægt að nota eyrnapinna og setja á eitthvað svæði og blanda en það er svona undantekning. alveg svona hreinu. Þannig að, Já, já, ég man eftir að hafa einu sinni séð kort sem að já, sýndi heilan okkar og sýndi í rauninni inn á hvaða svið í heilanum ilmirnir hafa áhrif. já, einmitt. Þannig að þetta er, sko, auðvitað fer hún í gegnum húðina og það er hægt að taka olíur inn og annað þess þar, en ilmurinn hefur svo mikil áhrif á heilan og boðstöðarnir í heilan. Já, á heilan og taugakerfið, allt saman Já, og þess vegna er oft notað einmitt í nutti og svæðanutti á fótum og fleira því að það er innganga inn í taugakerfið og við erum alltaf svona nú orðið er svolítið áhugi fyrir umhverfis heilsu að við erum alltaf að eiga efnahvörf í umhverfið okkar já, og þá ef að það eru svona jurtir sem eru kannski ilma vel eða sterkt eða eitthvað, þær geta haft talsverð áhrif og það eru mikið á rannsóknum auðvitað í gegnum tíðina á hvaða oljur eru sýkladrepandi eða geta hjálpa okkur að losna við kvef og svoleiðis, hvaða oljur eru róandi fyrir taugakerfið eða slakandi, hvaða oljur eru frískandi og hressandi. Þannig og svo er þetta alveg bara mjög mikil fræði, alveg ein jurt getur haft kannski mjög sterk áhrif á 3 hluti og svo svolítið minni áhrif á fleiri hluti, þannig að þetta er alveg heil fræði og Nína sem vinnur hjá okkur er mikil sérfræðingur í ilmkjörnum og Áslaug er nokkuð frá líka, þannig að þær geta alltaf komið líka og gefið rosalega viðamikil ráð og góð ráð og til dæmis var ein í gær sem vildi vita hvaða grunnolíu hún geti fengið fyrir ófríska konu og hvaða ilmkjarna hún mætti blanda út í og ekki og svoleiðis og þær geta gefið rosa góð ráð með því að finna því sem finnst þetta ægilegur frumskógur en það sem að því við erum að fara að fjalla um Primavera, það sem er svo gott við Primavera, þau eru líka með ilmkjarnablöndur og rýmisspray og kottaspray sem eru búin að blanda fyrir ákveðið markmið eins og fyrir konur sem eru komin
er að byrja á tíðahvörfum eða komin yfir tíðahvörf. Fyrir einbeitingu, þá er ein blanda. Fyrir slökun og svefn er ein blanda. Til þess að losna við kvef er ein blanda. Þannig að Primavera gera þetta svo vel að þau eru með svona þau blanda fyrir mann líka. Já. Þannig að maður þarf ekki að þekkja alla jurtirnar. Maður bara finnur ilminn af blöndunni, bara já, þessi heitir sko einhver svona gleðistíð. Er góð lykt á þessu? Vil ég fá svona í rýmið mitt? Láta mér svona meira eitthvað sem hefur áhrif á gleðistíð og það er einhverju sítrusar hérna, já, mér líst vel á þetta. Þannig að það er hægt að velja svona í ilmkjarnolíulampa eða til þess að spreyja á sjálfa sig og fötin sín. Við erum sem er rollon sem er hægt að setja á svæðið þar sem er góð innganga inn í húðina og kannski hér á gagnuðin og fleira. Þannig að þetta, og það sem er líka svo gott við þetta fyrirtæki að þetta er svo hreinar og hágæða vörur. Þetta eru hjón sem að stofna þau sjálf bara af sínum áhuga fyrirtæki fyrir svona rúmlega 40 ár, mér sé 45 ár komið núna. Já. Og þau hafa bara verið í hugsunarstarfi alveg frá upphafi og er ennþá bara svona fjölskyldufyrirtæki og maður finnur oft, við sem erum í þessum bransa, við finnum oft sko af hvernig ilmur er, hvernig, þú veist, hversu ferskar olíur eru, að við getum alveg vottað að þetta er hágæða vörur. Við höfum aldrei lent í einhverju svona slæmu batch eða neitt svona, þetta er bara rosalega pottþéttar vörur, hvert sinn og hver einhvern veginn dýrlegri eftir annari og Frábært. já, við erum bara rosalega ánægðar með þessar vörur og til dæmis eru þau mikið með alls konar rósarvörur sem var svolítið erfitt að fá á markaðinum á tímabili. Þau eru með rósar ilmkjarna, rósar líkamsmjör, rósar líkams body wash svona fyrir sturtuna, sturtusápu, alls konar sem að er svolítið svona og handkrem með rós, þannig að það var svolítið svona okkur vantaði það svolítið inn á markaðinu. Þau eru alveg búin að koma með rósarvörurnar hingað alveg til okkar sem eru svolítið svona eiguleg gjöf fyrir, eins og amma mín elskaði rósir sko. Ég reyndi alltaf að finna eitthvað rósar eitthvað fyrir hana hver jól eða ammali. Já. Þú veist að því það var hennar svona blóm. Já, það er alveg greinilegt að sko þessar vörur eru alveg flottar gjafavörur líka. Rosalega eigulegar, það er líka bara svo fallegar. Ertu með einhverjum pakningu eða eitthvað til að leyfa okkur að sjá? Já, til dæmis er ég með rósar líkamssmjörið. Já. Þú sjá hvernig fókusinn fyrir, sjáu hvað þetta er fallegt, þetta er svona og ég ætla að sýna ykkur testerinn hvað það er þykkt og girnilegt. Ég vildi að ég geti fundið ilminn. Þetta er alveg bara sjá hvað þetta er mikið gott í þessu, hvað þetta er þykkt. Já, ég sé það, já. Það er alveg bara rósar dásamlegur ilmur af þessu og ég bara stundum laumast í testerinn ef við erum þurra höndunum og ég bara fast svona notalega góða tilfinningu. Það er náttúrulega það sem er mikið spurt á jólunum þegar fyrir fólk sem á allt og maður er kannski að gefa, þú veist, fólki sem á allt og þarf ekki neitt. Það er oft spurt áttu svona bara body lotion eða áttu handkrem sem ég get bætt í pakka minn eða eitthvað svoleiðis eða sturtusápu og við setjum saman pakningar líka fyrir jólin hérna hjá okkur, svona fallegur samsetningar og pakningar. Yndislegt, ég myndi vilja svona körfu. Já, ég líka. Þetta er alveg bara, það er svo gott líka á jólunum þegar það er myrkur að vera bara við kertaljós, maður kannski búin að borða svolítið mikið, maður langar kannski ekki meira mat en maður langar, þú veist, að fá krem og fá að horfa á bíó og setja á sig, fá te og ullasokka og bara fá svolítið svona degur og þá er ilmkjarnarnir svo góðir. Það er kannski erfitt að sofna eftir spenning og þá eru með svona svefn spray fyrir koddann með lavendur og fleiru. Já, ég prófa það, mér finnst það æðislegt. Já, það er rosalega. Það bara aðeins á koddann eitthvað, 2 spray eða eitthvað svoleiðis og maður bara einhvern veginn dettur inn í svo mikla slökun. Ég sammála og líka oft fyrir börn sko sem kannski er ekki að taka inn mikið af vítamínum, það er svo gott, þetta hefur alveg áhrif, börn í dag eiga oft erfitt með að vera bara vinda ofan af sér eftir dagana og eftir, þú veist, skjáljósið í augun og svona, þá er bara að fá þetta svona inn bara húðin og öndunumfærin er bara svo
góð leið. Það var ekki endilega verið að láta þau pínu öll að gleypa eitthvað og þeim finnst oft bara notalegt fá svona góðan ilm fyrir svefnin, einhverju rútínu. Já, það Þannig að er mjög gott, sko. mjög gott fyrir taugakerfið. Já. Svo var ég sko stígur alveg hryllilegri flensu sem ég bara bjóst, kom bara alveg aftan að mér að því ég vildi í þessu heilsuhraust í öllum vítamínunum hérna. Já. Og þá voru nú sko, þá er gott, það er svona til þess að hjálpa við kvefi, kottaspray líka. Já. Það hjálpaði mér nú aldeilis. Og svo er ég líka með svona svipað á Vicks-kremi var í gamla dag, þá er maður hérna, þetta er svona kvefbani, maður getur sett líka hérna og víða og hérna og jafnvel inn í naflann. Og svo erum við líka með eitt sem er til núna í heilbrigðri útgáfu, sem hefur ekkert verið á markaðnum með svona heilsusamleg útgáfa. Það er þessi hérna staukur sem að maður gerir svona andar alveg júkalyptus, mikið júkalyptus í þessu. Já. Þannig að maður geti svona sogi bara ofan í lungun, sko, hérna, bjargráð við miklu. Já, það minnir mig að það, sko, að þegar ég var að reka verslunina Betra líf sem ég gerði fyrstu 5 árin af líftíma hennar, það er 36 ár síðan hún var stofnuð, að þá kom ég eftir því að ein jólin, þá fékk ég eitthvað kvef. Já. Og þá var ég að selja svona eucalyptus spray frá Ástralíu sem ég sprayði bara í svona tissjúpappír og svo var ég bara í því að anda af því að þetta var náttúrulega svona vill álagstími, maður gæti ekki verið að vera veikur en maður vildi heldur ekki vera að ausa bakteríum yfir fólk, sko. Þannig eukalyptus er rosalega öflug, jurt og öflugur ilmur þegar það er kvef og annan þessa. Rosalega. Og hann líka bara lofthreinsandi yfir höfuð. Já. Þannig, og hefur náttúrulega verið notað frá aldaöðli í svona bakstra og í innöndun í gufunni og svoleiðis. Já. Og svo eigum við þessa ilmkjarnablöndu bara hreina sem eftir að setja út í ilmkjarnalampa eða andi í gufunni, það er bara cold comfort heitir það. Já, það er hægt að sitja. Já. En maður með svona bara við hliðina á, til dæmis á vinnustæðinu, þú veist, að vinnuborðinu sínu eða eitthvað, þá er maður að fá áhrifin. Já, og það hreinsar loftið leið. Eukalyptusin er svo lofthreinsandi. Já. Þannig að það er ein leið til þess að það er náttúrulega fínt að eiga svona HEPA-filters lofthreinsatæki, en það er líka gott að fá smá raka með svona lofthreinsi ilmkjörnum og þá líka bara er svo góð tilfinning að anda sér svona einhvern veginn heilnæmum ilmkjörnum fyrir bara taugakerfið. Þannig að það hefur góð áhrif á bara framistöðu og líðan í vinnu eða heima. Ég man líka að það var alltaf fyrir prófin í sérstaklega háskólanum. Þá komu nemendur til að kaupa piparmintuolíu. Já. Og það var sett sko smá á puttan og sett upp í munnin og sogið. Þá fer það beint upp í heilan, sko. Já, þetta er bara svona eins og uppsöltin í gamla daga, þetta var rosa vinsælt, það kom alveg röð, það var alveg sko ákveðnum tíma, þá vissum við að maður þyrfti að eiga piparmintuolíu. Auðvitað, já auðvitað, ég held að sé mitt svolítið piparminta í einbeitingarformúlunni hérna. Hlýtur að vera, já. En sko piparmintan er líka svolítið töfra, hún hefur notið svolítið á konum sem eru fyrir að eiga börn, eða líka konum á meðgöngu við ógleðinni. Já. Geta að fá ógleði í fæðingu og svoleiðis og þá er oft bara í pakkanum upp á spítala eða í heimafæðinguna, þá er piparmintan tilbúin, þannig ef ógleði hellist yfir þá bara hægt að anda svolítið að sér piparmintunni. Já, hún skerpir allt. Já. Hún er svo góð til þess, sko. Þannig að líka með hann svona þreyttur þarf að einbeita sér, þá er rosa gott að ná sér í smá piparmintu til að hressa sig. Já. En hvað er þið með margar mismunandi tegundir af olíu? Já, það er skemmtilega við Primavera er að nú hef ég unnið í heilsubúum víða bara síðustu 15 ár og það er ofta að fólk er að spyrja einhverja ákveðnar mjög sérstakar og sjaldgæfar ilmkjarnaolíu tegundir. En við erum komið með sko 43 tegundir frá Primavera af hreinum ilmkjörnum og þá erum við með sko ilmkjarnar sem hafa ekkert endilega verið til á markaðinum svo auðveldlega eins og hér er Manuka ilmkjarni
Við sem erum mér komin finnst með, yndislegt, sko. já, Já, og við erum með bláa kamilu, við erum með rósarilmkjarna sem er mjög erfitt að fá oft. Það hefur verið erfitt að fá þessar rósur, við erum rósavatn og fleiri eins og ég var að nefna. Og við erum með bara sko síberíu, för og bara alls konar tegundir sem er erfitt að finna annar staðar. það Þannig er, að ég mæli með að kíkja úrvalið. Þetta eru sko 43 ilmkjarnar og það er hægt að finna lykt af þeim öllum. Við erum með tester af þeim öllum. Svo já, eigum við vona líka svolítið svona gjafavörum til þess að kynna vörunar með og verður svona gjafaleikur með svona pakkningu sem hægt er að vinna og svona. Þannig að þetta eru svo rosalega góðar vörur. Þar höfðu verið bara svona lítið úrval af þeim hafði fengist á Íslandi svona gegn tíðina. Þá var það bara svona einstaka vörur og við vissum í annarri heilsubúð sem ég vann í, þetta væru mjög hágæða vörur en nú erum við komið með alveg rísa gallerí, alveg bara heila hillu samstæðu sko, alveg upp og niður og til hliðar sko, þannig já, að mælum með að kíkja á, þetta já, er það rosalega, sjónsögur ríkari. já, En og ertu ekki með eitthvað svona sem að þú úðar í eins og þú veist, bara til að bæta lykt í umhverfinu? jú, ég er með sko svona rýmisspray Já, sem eru eins og, já, herru, hérna er einbeitingar rýmisprayið fyrir nemyndunar sem eru í prófum og eitthvað. Uh, það er, ég ætla að gá hvort það sé piparminta í því, ég er svo forvitin. Já, þetta lyktar eins og svolítið hress og fyrir bæði kynin eða eitthvað svo leitt. já, Það er örugglega piparminta, maður sjá. Já, ég er ekki með glerun hérna, en hún er allavega mjög hress. Við eigum sko rosalegt úrval af þessum rýmisprayum já, og það er hægt að setja inn í skáp eða hafa inn á baði ef að maður vill hafa eitthvað svona fríska lykt hérna þegar maður er búinn að ganga erinda sína. En það er líka bara hægt að spraya yfir fatnað. Ef maður var í þeim í gær en þau eru alveg hrein og maður bara svona fá alls frískleika yfir húsgögn, sófanar og koma gestir eða bara ef maður er nýbúinn að taka til og þú veist, vill fá svona svolítið frískan ilm já, og það eru til sko alls konar, þetta heitir rúmsprey á ensku, en svona þetta eru bara svona ilmkjarnablöndur í vatnsblöndu, þannig að það er hægt að setja það yfir fötin í skápnum en þær eru til alls konar, það er til happiness, concentration, það er til fem comfort, þess að fyrir hormónukerfi kvenna, já. það er til joy of life og bara alls konar blöndur sko. Já, Það er svo mikilvægt. Það er gleðin er náttúrulega bara alveg, bara mikilvægast efni dagsins, sko. já, Á og hverjum degi. skóarganga, skóarilmirnir, sem Já, eru alveg bara með æði fyrir svona skóarilmkjörnum. já, Það er alveg alltaf til, við hefum skóarblöndu í ilmkjörnum, skóarrýmisspray, skóar svona og skóar já, bodylotion. já, Og að því við vorum að tala það er líka svolítið eftirspurn ofta eftir bara sturtusápu og við erum með mjög fínar og fallegar sturtusápur. Hér er skóargöngu sturtusápan, já, við sjá hérna skóarmyndirnar, þetta er allt mjög eigulegt þegar við pökkum þessu saman, við hefum svona gjafapoka líka. já, Það er þetta allt og það er svona gilt logo, þetta er allt lífrænt og eins hreint og það gerist. Þannig að, og hér er bodylotionið okkar, það er alveg bara svolítið svona flott og vegilegt. Þetta er lemon og engifer, nei, lime og engifer, fyrir ekki, svona frískandi. já, mjög, mjög. Já, og það til rósin í þessu og lavender og vanilla og svona mjög eftir því hvað bara fólki hendar. En svo erum við líka með upp undir svona nýju íblöndunarolíur sem eru mjög hreinar og fínar og þá erum við að tala sko möndluolíuna sem hendar öllum eins og konur sem eru ófrískar eða bara hverjum sem við erum með jójóbólíu, við erum með arnikuolíu, það sem er arnika íblanda sem er svo góð í nudd og þá er hægt að blanda Og á fleiri. eina liði. Já, auma liði. Já, Mjög margir nuttar að nota þessa allavega blandað í bara til þess að grynnka á bólgum og særindum og svoleiðis. já,
En svo erum við líka með sko nokkra sportvörur eins og sportgel og svona til þess að fyrir svona rosalega auma vöðva Menn er búin að eftir taka aðeins svo mikið á. Fyrir, Þegar menn eru búin að taka aðeins svo mikið á. já, Já, já. Og eru bara, það eru nokkra sportvörur, það er þessu 4 eða 5. En það sem þau eru með líka, sem að ég sé nýtt, það er munnskol sem er oil pulling munnskol. Það er með kókosolíu. Ég var með þetta, það var einn sem var mjög ánægð með þetta sem var að kaupa í gær, voru að kaupa aftur. Hún er mjög, sagði að þetta væri bara alveg virkaði gríðarlega vel. Og það er hægt, þetta er tester, það er hægt svona að lykta og athuga hvernig áferðin er. Er þá sem sagt kókosolía grunnurinn? Já, hérna er sko, það er mynda, sem sagt á spermyntlíf, Já, það er sítrus, sem sagt sítrónu hýðisolía, já, það er kanilstilkaolía, svo er kókosolía og sódíum og vatn, xylitol, betain. Þannig að þetta er þetta er mjög spennandi. Þetta er mjög spennandi. Já, mjög spennandi, sko. Já, munnheilsa svona nú orðið er að því hvernig fæðið okkar er og mikið af svona eins og gervisætu fleiri sem kannski eyðir upp sko, ekki bara vondugerlunum og flúor og fleiri, ekki bara eyða vondugerlunum, en líka góðu gerlunum oft í munninum. Já. Þannig að ég er miklu hrifnari af svona stuðningsvörum sem eru náttúrulegri og eru kannski að hjálpa bara öllu svona lífferlunum í munninum, ekki bara að drepa allt niður eða gera kannski og miklu svona harðar aðferðir. Já. En mjög spennandi. Já, mjög. Og svo við erum komin með rosalega mikið. Nú er sko sána búið að vera svolítið vinsælt. Það var náttúrulega bastu lagið Eurovision hana frá finnskum aðlum frá Svíþjóð. En unga fólki er mikið með áhuga á gufubaðum. Þetta er orðið svolítið svona endurlífgun og gamalli hefð. Og ég var að tala við einn ungan daginn sem ætlaði að fara bara sko í gufubaðs og sánaferð bara til Finnlands og ætlaði bara að þræða alveg út landið bara, og hann bara, erum við með einhverja ilmkjarna? Og við erum sko sannarlega með ilmkjarna fyrir gufubaði núna. Við erum með 6 tríópakninga ilmkjarna. Þannig að þetta velja svona, þú veist, skógaráherslu eða hressandi áherslu og þá er hver ilmur fyrir sig ein blanda og ein upplifun. Já. Þannig að rosalega spennandi, sko, þá situr maður þetta bara. Þetta er flott í fargufuna líka, ef að fólk er að fara í fargufuna, það er orðið svo vinsælt. Já, akkurat. Já. Ítjulega. Og ég bara alls konar svona baðupplifanir og örugglega þetta núna í svett og fleira, þú veist, bara svona fá áhrifin og umkjörnunum með. En við erum líka með þetta í sko stærri umbúðum, þannig að mann er líkar við einn ilm, það er hægt að kaupa hann bara smá vatnsblandan alveg svona tilbúin, það er hægt að setja bara út í vatnið. Þá svona tengur við sem mann fyrir að. Já, þannig að það er rosalega spennandi. Þetta er hægt að setja það í ilmkjarnalampana líka. Já. Og við erum með, skal ég segja, 5 tegundir af ilmkjarnalömpum frá þeim. Já. Við erum með sem að stingur í samband og gefur svona gufu upp. Og svo eigum við svona minni, svona ferða sem er hægt að hlaða eins og síma. Já. Hlaða eins og síma. Svo erum við með eitt sem að þarf ekki neitt vatn og þarf ekki neitt rafmagn, sem er bara svona steinlampi. Og 2 tegundir af þeim sem eru bara hlaðnir eins og símar en eru svona gefa vatn, svona strók upp og veit minni. Já, og 2 típur af þessum sem þurfa ekki neitt. Því voru hægt að hafa ferðast með án vandkvæða. Það er hægt að velja í stóran jólapakka, bara að prímaverða. Já, mikið degur. Og hvort sem maður þekkir ilmkjarnana og er bara hálfgerður sérfræðingur sjálfur í þeim, eða hvort maður sé alveg nýr, þá er
eitthvað fyrir alla, þú veist, það er, ég meina, hver vill ekki handkrem eða body lotion eða tilbúna rýmisspray sem segir bara utan á hvað það gerir, þú veist, Já, já, eða þið getur farið út í bara mjög sjaldgæfa ilmi sem þið er búin að leita kannski að markaðinu mjög lengi, já, þá erum við líka með það. já. Þannig Ég, að, sko, ég kynntist Manuka, það er alltaf búið til já, Manuka hunang í Nýja-Sjálandi og Ástralíu. já, Og þar er bara Manuka, það er alveg bara svona þér gefið Manuka gjöf, hunangið, það já, er svo flott, skilur við. er Þannig svo, að ilmurinn og áhrifin eru rosalega fín og ég sé þeir hafa blanda Manuka út í einhverja tetegundir og svona. Þannig að þetta eru ilmir sem skipta bara verulegu máli, sko. já, og sko, svo er Nína líka alltaf mjög ofta að tala um sko bláu kameluna, hún er svo töfra og svona dularfull húð, einkenni og svo leiðis. Já, já. Og já, en hún er samt sko ljósnæm, þannig að það er gott að fá ráðleggingar eins og hjá Nínu. Maður á ekki að bera hana á sig og fara út í sólina, en Nei, hún getur hins vegar að lækna sólbruna eftir hann hefur orðið. Og hún læknar rosalega mikið, en hún á að vinna í sko ekki sólarljósi, þannig að já, það getur við svona, en það er nú sjaldgæft. Flestar eru bara svo rosalega einfaldar, ekkert mál að nota þær og frekar örugar fyrir heilsuna. já. Þannig, en svo frá Primavera þá erum við líka með sko eins og svona andlitshreinsi, andlitskrem, nætukrem og serum eins og hyaluronic serum erum við með. Þeir eru greinilega með rosalega stóra vörulínu. Já, rosalega. Við erum með augnrollon sem er svolítið þægilegt. Þá vinnur það bara og á undir augunum. Við erum með bara rosalega bara alveg Það er stóra línu. já, Já. bara andlitslínur alveg frá allu og líka svona ferðasett. Þannig að maður getur tekið bara einn lítinn pakka og tekið með sér í ferðalag, þá ertu með bara rútínu fyrir allt andlitið. Við erum með nokkra típur af Það ferðasettum. er mjög spennandi. Mjög spennandi. Mjög, Já. já, Ég greinilega þarf að skoða betri í hilluna þegar ég kemur næstileikar. já, þetta er svo mikið úr og ég er alltaf, og líka. Já, já. Við erum líka með SOS-sprayið, það var oft beðið um það í gegnum tíðina. Erum við með SOS spray? Það er svona ilmkjarnablanda þegar það reynir rosalega mikið á, fólk er í streitu eða áföllum, Já, jafnvel að glíma við eftirköst af einhverju áfalli eða einhverju mjög traumatísku, þá Já. hefur SOS-spray verið svolítið svona leið sem að hefur reynst mér kom vel að hafa með sér allavega. til þess að ná jafnvægi, innra Já. jafnvægi. Já. Já. Bara Einmitt. yndislegt og frábært og takk fyrir þessa frábæru kynningu. Eins og ég segi, ég hélt að Primavera væri bara nokkrar oljur, en það er greinlegt Já, að það var það sem fékkst á markaðinum svo lengi, bara Já. nokkrar olíur. Já. En við erum með alveg bara heila galleríið og þau eru svo heil í því sem þau eru að gera og þetta er bara svo mikið gert af hugsjón og líka bara varan er svo góð. Það er bara, þú veist, gæðin tala bara fyrir sig sjálf og mér finnst alltaf svo gaman að tala um vörur sem það er ekkert erfitt fyrir mig að selja eitthvað sem ég hef trú á því að ég er bara svo mikið trú á vörunni Já. og hún selur sér bara sjálf. Ég þarf bara ekkert að gera nema bara að segja ykkur frá því og mæla með því komum, finni þessa ilmi og eitthvað svona. Þetta er bara eins og eins og svona eitthvað tífóli, þú veist, eða eitthvað svona nammibúð. Það er bara Það er svo töfrakassi. Já, stundum er bara komin með Primavera hillunar og ég bara, það er einhver upplifun og svo er happiness, já. Og svo heitir einn blanda Let Go og ég var daginn, ég keypti hana. Ég bara, þetta er gott, allt gamalt, eitthvað óþarfa, Já. Let Go. Já. Og ég bara, hvað góður ilmur að þessu, þannig ég valdi þessa síðast og hver ilmkjarnan. Það er gott að velja hana á þessum tímum. Sleppa þessu gamla. Það er bara málið. Heyrðu, en takk æðislega fyrir kynninguna. Já, takk sem ég leiðis. Og fólk getur spurt eftir Nínu eða Áslaugu eða sérfræði aðstoð. Ég veit eitthvað, en ég er ekki sérfræðingurinn, en Nína og Áslaugu eru mjög fróðar og sérstaklega Nína bara er með svona rosalega yfirgripsmikla þekkingu og Nína er svona yfirvilt að á virkundum milli 11 og 6. Þannig að dásalegt, já.
Mhm. Takk kærlega fyrir, sko mín. Við heyrumst og sjáum Fyrir. seinna. Við gerum það. Takk fyrir.